Já, ég valdi Borgó alveg klárlega bara út af námsleiðinni sem var í boði hérna, að fara á listnámsbrautina í margmiðlunar hönnun. Bónus var að ég bjó hérna rétt hjá. Sko, mér fannst þetta bara svo spennandi skóli og það hann var alveg glænýr. Besta vinkonu mín var einmitt að fara í MS, en ég var eitthvað svona rebel í mér og vildi fara eitthvað annað. En þú? Ég fór náttúrulega bara eingöngu Borgó af því að þetta er einu staðan til að læra bifvélavirkjun. Já. Það var ekkert marga kosti að velja, sko. Já. Og bara góðum tækjum búin til þess með svona sem maður hafði heyrt annað. Já. Ég endaði hér. Mér leið ótrúlega vel hérna. Það er svona, allavega svona þegar maður hugsa tilbaka og kemur hérna aftur inn, þetta er svo ótrúlega umhverfi hérna og andrúmslofti, maður svona, já, mann líður vel hérna. Svona eins og að koma heim. Þetta er eins og að koma heim, svolítið svona. Já. Ég segi alltaf að fyrst skiptið sem við hittumst var þegar við vorum í enskutíma og ég kom inn og það var ekkert sæti laust hjá mínum vinum, þannig að ég sá bara eitt laust sæti hjá einni sætri skvísu og ég bara fór þangað. Við vorum ákveðið að rifið upp að því við vorum í lotu á laugardaginn í stofu við hliðina á. Þannig að það var bara... Og ég kallaði eitthvað svona inn í stofuna þegar Alma var sestur í tíma. Komdu nú með mér í 132, það er svo mikið rómantík þar og allir bara, æ, Hjördís. Í eðlisfræði tíma fyrir mörgum ára síðan, þá sagði hann, finnst ykkur þetta erfitt? Ef við vorum að horfa á námsæðluna og hann sagði, er þetta flókið? Og þá voru allir bara, eðlisfræði, þetta er rosa þungur áfengi. Og við einhverjir á málabraut bara. Hvað ef ég segði ykkur að þið væri búin að læra það erfiðasta sem þið hafi lært og muni læra í lífinu? Jú, þið eru búin að læra að tala og þið eru búin að læra að labba. Og það er það erfiðasta sem þið hafið og muni læra í lífinu. Þannig að þið getið lært hvað sem er. Mér finnst það svo magnað. Ég noti þetta á börnin mín. Já, hún kann að labba, hún kann að borða með skeið. Það er alltaf leið með hana. Það getur lært allt annað. En ég man bara hvað mér fannst verið tekið vel á móti manni. Mér fannst bara einstaklega gott að koma hingað upp úr grunnskólan. Og bara einhvern veginn að maður var ekki bara að læra námsefni, maður var líka bara að læra á lífið. En þetta var bara góður skóli. Ég var þarna í 4 ár og lærði ensku og var í heimilisfræði og held ég stærðfræði íslensku og þetta svona sem það gerir, sko. Já, við vorum náttúrulega í leiklist líka. Ég bara, sorry að gleyma því, ég bara alveg. Ég vissi ekkert að ég vildi fara yfir í listapartinn fyrir en að ég kom hingað og ég uppgötaði það svolítið hérna. Jú, ég var búinn að vera að leika með að taka ljósmyndir og einhver heimsk myndbönd þegar ég var yngri, skilurðu, en ég var aldrei komin svona, ég var aldrei farið alvarlega í það. Já, þetta er eitthvað svona Jackass-dót, sko. Svona sem að gera þegar maður er táningur, skilurðu, allavega á þeim tíma. Ég veit ekki hvað táningar gera í dag. Það var svona smá svona innskot á ganginu niðri sem var mötuneytið, bara pínu lítið, sko. Og þar stóð ég, alveg svo alveg, þekkti engan, vissi ekki hvernig þetta standa, var svona kannski pínu sveit og þú komst labbandi út gangi með Óla. Af því að þið voru svona hipp og kúlkrakkarnir, búin að vera hérna, búin að starta skólanum, sko. Vorum við nemendur á því. Já, og ég man alltaf eftir því, sko, þegar þið kom svona labbandi og svona síðri brúnni kápu og svona og labba svo hratt að þetta var svona eins og Eurovision-atriði, það var svona kápan flaksaði svona til. Og þið komið svona labbandi, bara bæði svona að mér og framhjá, bara. Já, sáum við ekki. Já. Á meðan við svona labbið eftir göngurum hérna, þá var ekki það mikið breyst, en gardínur eru ennþá eins. Ég get nú ekki sagt að neitt hafi breyst þannig, sko. Ekki þannig, það var reyndar ekki þessi skápar þarna niðri og ekki þessi bekkur. Ég tók strax eftir því. Var ekki grímuskylda? Nei, það var ekki grímuskylda. Ég tók náttúrubrautina og fór síðan í lögfræði í HÍ og... Með bíla sem áhugamál þá? Já. Staðinn fyrir... Einu lögfræðing sem laga bílinn sinn sjálfur. Já, sem það ekki? Já. Annars er maður bara alveg krakka og vera með þér. Og vera með mér? En þú? Heyrðu, ég eftir skólan þá fór ég í sálfræðina. En eftir það þá fór ég í Keili og mér fannst það mjög áhugavert nám. Að langa að verða einkaþjálfari, pröfa það og fann mig bara alveg í því og sem hóptímakennari. En finn það samt að námið alveg klárlega eins og sálfræðin
hefur hjálpað í því líka. Maður fann það bara strax leið og maður byrjaði sérst á margmiðlunarbraut að það voru áfangar sem hentuðu manni mjög vel. Námið varð svona effortless, maður bara, þetta var bara gaman og gaman einhvern veginn að vera í einhverju sem manni fannst gaman og maður var að fá góðar einkunnir í því, skilji. Mér var smá cool líka, við vorum alltaf í Apple-tölvu í skólanum. Það var alveg nett, Og við vorum í fótóbúð, takandi myndir á okkur. Akkurat. Ég man þegar við hefum nokkra góðar úr fótóbúð. Hjörleif var formaður, ég var varaformaður, ég var skipulagið á baka við hann og síðan ýtti ég honum bara svona í að gera eitthvað hluti. Basically ég fekk svona minnismiða bara frá Heru bara, þú ert að gera þetta og þetta og þetta og þetta og ég bara svona, já, og go. Einhvern veginn. Ég ert að hringja hann á mótnana, segja hann að koma sér í skólan og mæti tíma. Já. Og hann eitthvað, við erum með smá sveigjanleika og þau erum í stjórn. Það var satt. Við keyrum alveg stundum hérna framhjá og við fáum alltaf svona hlýtt í hjartað. Þannig að ég held bara að reyna að njóta og líka bara finna það sem að þú vilt gera, þú veist. Já, nákvæmlega finna sig. Já. Vera vinir, ekki bara samnemendana, heldur líka bara kennarana og annars starfsfólks hérna. Vegna þess að við kynntumst þeim alveg jafn mikið og bara nemendunum hérna, sko. Algjörlega. Og bara njóta þess að bara vera mannlegur og eiga samskipti við allt þetta fólk. Já, þau voru öll alveg frábæri, sko. Já, ég myndi segja það. Þegar maður er búinn að eldast þá sýnir maður þessu öllu miklu meiri skilning, skilurðu. Já, nú skilur maður smá hvað, já. Maður er svona, bróðir minn er á þessum aldri núna, sko. Maður sér alveg hvernig hann er, sko. Ég var ekki mikið að nenna honum ef ég var kennari, sko. Ég var einmitt að hugsa hann áðan. Og kannski svona aðalega bara taka sér ekki of alvarlega. Prófa sér áfram hér og þetta er akkurat staður til þess. Bara leika sér. Já, hafa gaman og vera góð við kennarana. Mikilvægast sem ég gerði, sko. Vera góð við kennarana. Ég myndi bara taka sér sem geggjuðu tækifæri að geta farið í eins og bara þetta listnám. Bara, gefa sér tíma og sinni þessu, af því að þetta er ógeðslega gaman. Bara í gegnum náttúrulega það samstarf, formann og varaformanns samstarfið, að þá náttúrulega myndaðist þessi vinátta okkar. Og við unnum líka bara svo vel saman. Algjörlega. Og það er einmitt ástæðan fyrir, við erum ennþá unnum saman dag. Já. Hvað mörgum árum seinna? 8? Nei. 7. 7.